Siggi dambaranum inn í hornið, vel gert. Losa pressuna. Björnin spilar honum upp. Þetta fer líflega af stað, Ólafur kemst Hirðir hann á inn. næst skoti. En hittir ekki markið hana. Lars Fóter dömbar hann út. Andri Már Mikkalsson stelst inn í sendingun hana. Og missi pökkinn. Og Lars Fóter nær ekki og Daniel Kóla kemst á ferðina. Og nær skotinu eða hvað, nei. Orri hirðir þetta, lesi þetta vel. Já. Lars ber hann upp vinstri kantinn. Það ekkert grínað. Andri Mikkels með honum hægra megin. Og skot í þverslanum hjá Dananum, það er rosalegt skot. Þvílíkur hamar hana. Kóla ber hann upp. SA-menn hirðir þetta á honum. Þetta var hrikalegt skot hana. Jói í barðuninn í horni. Og Sigur Árnason ætlar að hreinsa hann út en Steinar Grettis heldur honum inni. Og Andri líka. Hilmar Leifs gerði vel hérna á bláu línunni líka. Já. Andri Sverrisson kemur henni þvert yfir. Það var Jói Leifs. Og Björnin losar hann í æsing. Já. En, jú, það er æsing. Gríðarleg pressa núna á hálfu SA-manna. Já, já. Byrja þetta feskir. Þeir ætla ekki að liggja á bakkinu bara að bíða eftir að hinni skori. Þessi tvö mörk hjá bílninum í senstu lotu voru alveg wake-up call. Vöktu menn á værum lundi. Og Úlfar Andrésson ber hann upp en Sergei grípur hann í killunni og Simma ætlaði að fiska hann út af. Já. Sergei er nú lúmskur. Já. Ingvar Jónsson. Dömbar hann út, vel gert. Simmi nær að snerta hann á lofti og pressar inn í hornið. Simmi rak heikvíslina aðeins í hann. Gummi. Og sjáu Guðmund. Gummi ætlaði rosa tækling á hann að vera mann. Ingvar missir hann, Kólar er að komast í gegn. Og Hrólfur. Hrólfur, já, Hrólfur. Fer hann í tæklingu við Hermann Knút. Siggi Sif. Losar hann á Simma. Simmi setur hann út fyrir. Gunni Gummi syrðar hann upp. Fer hann sjálfur inn fyrir bláu. Sendir hann inn í hornið. Já, en hann er eitthvað að dóla á kamrinum hann við blálínuna. Gunnar, það er að koma honum. Já, hann var að lengi að dömpa honum í hornið. Já, það er að koma honum örugglega inn í svæðið. Því er ekkert að vera Orri ber brasa hann einhverjum upp. skeiningum hann við Orri ber hann blálínuna. upp miðuna. Orri er komin í færi. Og hann er skott til á markið. Flott skott hjá Orra. Það var rétti stöngin í hliðina. Þetta er glæsileg Strauk hjá honum. Og markið farið. Markið er laust. Uppkast inn í varnarsvæði Bjarnarins. Og ég var beðinn að koma því að Björn Davíðsson, Bubbi Seðill, hann er ekki maður einsátt lengur. Hann er komið með kvensefni. Rúnar var að tala um það síðast að hann væri singur á lausu, en það er víst ekki rétt. Berum það tilbaka hér. Dómarinn neitar skiptingu hjá SA-mönnum. Og það verður að festa markið. Gústi, hver eru líklegri núna til að skora? Já, SA-menn eru nú gríðarlega heitir. Já. Sástu hamarinn hjá Lars Fóter í ferslan á hann? Þetta var rosalegt skot. Eða varst ekki með gömlu þykku ömmuglerun? Þú eru kannski ekki séð þetta? Nei, ég er haugfrát. Nei, þú eru ekki verið með flöskubotana til að sjá þetta. Þetta er náttúrulega svo hratt, sko. Dómarinn var eitthvað að leggja Orra blönda línurnar þarna. Jæja. Það var markið Þetta var að hefjast aftur. Markið dolti laust hjá Snorra Sigurbergsinni. Jói Leifs klári uppkastið, Lars Fóter biði fyrir utan. Og Orri við bláu línuna og Bjössi hérna hægra megin. Já. Og Gunnar Guðmundsson á mót honum hann. Nei. Skiptir Trausti Bergmann að taka þetta og vinnur pökkinn en Jói missir með hann í horninu. Jói spinnur sig út úr horninu. Já, vel spilað á Jóa. Sendir hann í horninu. Lars er þar með hann. Og hann er Lars á sínu heimasvæði.
Það er engin betri Lassan í horninu. En einhvern er að skjóta honum út. 2 á móti 2, Gunnar Björnin í ber hann sókn. upp. Og Hrófur. Orri tæklar. Gunnar hana, vel gert til Orra. Birkir Árnason heldur honum inni fyrir Björnin. Þarna tæklaði Orri Gunnar glæsilega, horfði bara í augun og hann let hann ekki platta sig til að horfa á bökkinn. Andri Mikaels ber hann inn fyrir bláu, snýður einn af sér. Hann er einn í baráttunni, Andri Mikaels, með 4, hann er einn inn að bláu, heldur pökknum ennþá, einn í vinslunni, enginn að hjálpa Bjarnamanninum. Steinar Grettir sendur hann yfir. Skot á markið Andra! Rétt fram hjá bitdómur, það er bitdómur á Björnin. Og Róbert Pálsson, hann er að fá fyrir tripping, sýnist mér. Þetta var fínt skot þarna hjá Andra Má Mikaelsinni. Já. Nei, Sverrisinni. Já, Andra Sverris. Fyrirgefðu. Já, en gríðarleg vinnsla á Andra Mikaelsinni í horninu. Já, það var glæsilegt. Sástu baráttunni í honum. Já, hann var einn rauður innan við bláu og 5 Bjarnamenn hérna í varnarsvæðinu sínu og hann hélt pökknu þarna. Það var enginn að koma að hjálpa varnarmanninu þarna. Já, Sergei Sak vann uppkastið. Lars Fótinn komst inn í þetta, Hjólóri Andrisinni. Steppi dömbarinn minn í horni. Steppi hreinsar hann inn. Sigurður Árnason fyrir Björnin og Lars Fótinn kemst inn í þetta, gríðarlegur skotmaður! Og Snorri Sigurbergsson étur þetta. Steppi var klár þarna í frákastið. Já. En flott skot, vel varið líka og Stefán Rarsson að fara út að vera í slassing. Nei, hann fór þarna bara sló í áttina á markinu. Hann sló ekkert í hanskan hjá markmanninu, sýndist mér. Það var nú gaman að sjá þetta aftur. Þetta var ótrúlega ódýrt, sko. Já, þetta var svona þund, en þau eru búin að vera pínu ódýr núna, brótin sem SA er að fá á sig. Alveg svo Björni var að gera í upphafi. En markmaðurinn er Friðhelgur, hann hefði menn þeir verið að passa sig. Já, þeir eru 4 á 4. Siggi ber upp pökkinn. Og, já. Já, Falur fer bara í Sigga og tæklar hann hérna á miðjum ís. Já. Góð vinsla hjá barnamanninum. Siggi fekk hann eitt kjúkling í fangið. Og Lars með hann, yfir Orra. Orri missir hann. Og þeir eru 4 á 4. Gunnar náði ekki að bera hann upp, en nær honum aftur. Og hvað? Fer inn í Ingvar. Ingvar Þór Jónsson, mætir honum að það en Gunnar er ennþá í honum. Ingvar losa pökkinn. Ingvar hefur þetta. Ingvar sendir hann yfir á Lars Fótinn sem fer upp vinstra megin. Lars bakkar yfir bláu línuna. Pökkurinn verður að vera undan honum yfir bláu. Já. Þetta var óöfni í þessu. Já. Og í uppkasti fara Sergei Sak og Jóhann Leifsson. Jói vinnur þetta en missir svo pökkinn. Siggi Árna. Það var vel gert hjá Óla að klippa Jóa út. Hann var að komast á siglingun þarna. Já. Leðju Björn Jakobsson er með pökkinn hérna. Stillir upp og býður. Og keyrir svo staðs með sendingunni. Stuðsendingur á Jóa sem ber hann aðvalið upp og Jói er komin inn í sóknarsvæði og reynir að senda fyrir. Og Jói er ennþá í honum. Bjarnamaður kemst fyrir sendinguna. Og Björn hana á móti Sergei Sak og kemur hann inn aftur. Sigurður Árnason fyrir Björnin. Já, SA með hær í skiptingu. Fer af blaðinu á Sergei Sak. Út af. Flottur leikur, ágætið spil. Já, þetta er flottur leikur. Og þá kemur leikmaður Bjarnarins sem 47 hefur lokið refsingunni. Já. Leikmaður Bjarnarins sem 47. Það voru Mattias kominn inn og aftur, eða kominn í liðið aftur til refsinguna. Og Lars Fótinn í baráttunni, Siggi Sig. Lars yfir á Ingvar. Ingvar sendur á Lars, Siggi klára á miðjunni. Lars ber hann upp. Lassi ber hann upp hana á móti Birkir Árnasinni. Aftur verið markið. Ríkala fljótur, ennþá með pökkinn. Þetta er skot til Orra, en Róbert. þarna kom 5 maðurinn óvart inn á og hirti hann á Orra. Orri vissi ekki á honum. Kom hann í bakki á honum. Róbert ber hann alla leið hana.
Mér finnst þetta einn besti maður Bjarnarins, búinn að vera í leiknum, Róbert Pálsson. Orri með pökkinn, Orri ber hann upp, sendir hann á Lars. Nær ekki tæklingunni hana. Skott á markið og Lars Fóter. Nær ekki alveg í gegn. Steppi með lúmskott inn á markið. Já. Og Trausti Bergmann fær þarna tækling á sig. Já, Siggi reynist tæklaðan. Nei, þetta var ekki Trausti Bergmann. Það var Bergur. Og þá eru Ripp-Rappur upp, kominir inn á fyrir SA. Já, Ingvar fær pökkinn hérna, hirðir hann upp í horni, sendir hann yfir þvert. Stubbalínan er mætt. Bjössi framlengir hann, skot. Gummi toppar þetta með kilfunni. Leitir hún yfir markið og þeir senda hann út í æsing. Já, Gústi Móndi, 12 mínútur, 59 sekúndur eftir að þriðju lotu. SA er einu marki yfir 3-2. Heldur að Björnin á að jafna þetta? Nei, með Björnin hefur ekkert sýnt það, hann ætlaði að fara að jafna þetta sko. Nei. SA-menn eru fljótar upp í sókn. Hérna sending yfir á Gumma. Reynir skott á markið. Simmi barður bak við markið. Úlfar Andersson nær honum fyrir Björnin. Með sendingu yfir Andra. Og Andri með slúmskott rétt fram hjá samskiptunum. Gummi með pökkinn. Setur hann bara út fyrir, þetta var bara flott. Hreinsar. Ætlaði hann á skiptingu þarna en var kannski heldur graður á því. Skaut þvert yfir völlinn. Já, ég segi, sko, það er aðeins svona 1-2 skot hjá Björninu sem hafa hitt ramman í þessari lotu. Já, en sem komið er. Já. Á móti 5 SA, þannig að þetta er svona, hann telur þetta inn. Og laus pökkur á það. SA-menn hafa verið að fá meiri stuðning í sóknir og verið að styðja hvern annan. Já. Og kom hann djúpt þarna, Hrólfur vinnur pökkinn. Og Hrólfur heldur hann með það en missir hann. Og Róbert Pálsson með skot á markið. Hrikalega flott skot þarna. Jóhann Leifsson. Jói snýr Hrólfur á sér, sendir hann inn í hornið og tæklar inn í leiðinni. Tekur hann að Steindór niður í leiðinni. Það verður ekki betra. Sóla einn og smyrja annan í ísinn. Nei, þetta er gríðarleg barátta núna í þessu. Þetta er það sem liðið þurfa. Bæði liðin gefa sig á fullu í þetta. Og þá kemur Daniel Kólar. Hann er svo bara steipubíll fullar af steipukóðun á ferðina. Siggi sendir hann á Lars en náði ekki alveg í sendinguna. Kólar hefur verið heillum horfinn í þessum leik. Já, Steinar bara, hann truflaði mjög mikið hérna. Hann komst ekkert úr spórunum með pökkina hérna, Kólar. Kólar var langbesti maður liðsins hérna á Akureyri daginn. En alls ekki náð sér að styrkja í þessum leik. Burðast á Bjarnamanna þá. Já. Siggi sig klára á móti Kólar. Siggi getur það. Og skotana drífur ekki á markið. Hilmar með pökkinn, Hilmar losar hann út fyrir bláu. Ljótt brot þarna. Hjörtur Björnsson keyrði baki á Steinar Grettisinni, dómarinn sá það ekki. Og heldur þetta áfram, Hilmar yfir að Sigga, hann er ekki í sendingunni. Sigur Ragnarsson fylgir honum. Og hvað verður á þessu? Björnin að komast á skriðið. Og prjóna sig gegn, Andri með skotið en af kilfu og yfir. Gott skot hjá Andra þarna. Já, það var það Sigga Reynis. Já, góð vinnsla þarna hjá Byrninum. Liðin eru bæði svona, fór ekki alveg að stíga skrefið. Nei, það er gríðarlega barátta í þessu, það var mikill hraði og þetta er svona pínu fum. Já, þetta er pínu svona. En Björni verður að sækja, þeir eru undir. Og skott þarna sem að Guðmundur fer í. Og Birkir Árnason. Góð vinnsla hjá þeim þarna, Simma og Gumma, þeir eru að taka skottinn þarna. Já. Fljótir að mæta bökkurunum. Sjáðu baráttuna í SA, sjáðu þessu, Hermann Knútur.
Og brot á Hermann Knút. Já, Hermann Knútur að fara í boxið. Eitthvað fyrir röffing eða eitthvað hlis. Gerði þarna var full hár með olbóana en gríðarlega sterk vinsla. Bording sennilega dómurinn. Sjáum hérna endursýningu á þessu. Ómar Smári, við missum þessu hana í horninu. Til betra sjónarhorn. Já, SA-menn einum færri. Og hvað gerir Björni þá? Kólar. Og hvað gerir Kólar? Setur hann. Daniel Kólar! Maðurinn sem ég var að tala rétt á hann, hefði ekki sést allan leikinn. Það tók ekki nema 3 sekúndur að smyrja hann í samskiptinu það. Hann fær sitt pláss þegar þeir verða einum fleiri. Þá fær hann sitt pláss. Rosalegt! Þá engin maður til þess að vera náláttanu þegar við þurfum að taka kassan. Já, ég lýsti eftir honum áðan. Hann búinn að vera heill og horfinn allan leikinn og hann þarf ekkert. Hann þarf 3 sekúndur og þá var þetta komið. Og þá komið að því sem ég var að tala um áðan. SA þarf að halda sér inn á vellinu, þá erum við með þetta. Jep, staðan 3-3 og leikurinn galopinn. Engins 10 mínútur eftir af 3. lotu. Róbert Pálsson hérna ber hann upp fyrir Björnin. Já, hérna. Gústi. Já, Björn búinn að sýna að þegar eru einum fleiri, þá bara eru sjóðheitir, þeir bara setja hann. Gjössanlega. Hermann Knútur fer hann út af fyrir pínu glórulaust brot og þeim hefnist fyrir það. Þetta er ódýrt. Já, þetta var ódýrt. En vel spilað hjá Binninu. Ekkert í gangi þannig lagað. Nei. Já, hérna hér. 3-3. Steindór sendir hann í hotn. Já. Steppi Hrafs dömpar hann út fyrir, Sergei eltir hann. 4 á móti 5. Sergei ætlar upp miðjuna. Ótímabær sending hjá honum, Ingvar tekur hann. Ingvar losar hann út á Steppa, Steppi setur hann inn á miðjuna. Sergei kemst inn í þetta! Og með sendingu! Nær ekki sendingu fyrir. Ingvar reddar þessu, þarna þurfti Steppa að setja hann vattan út. Má ekki taka sénsinn inn á miðjuna, þetta er stórhættulegt ef það mistekst. Siggi sé í baráttunni þarna við Úlfar Andrésson. Úlfar kemur hann út á Steindór og Steindór Steppi nær að fara í sendinguna. Daniel Kólar kemst inn í þetta. Lars pressar á hérna. Jóhann Árleifsson kemst inn í þetta. Hvað gerir hann? Hann er kominn inn og setur hann upp. Jói setur hann á Lars Folder sem skorar. Nei, býttu við, hvað segir? Lars fagnaði marki. Mér sýndist viti, dæma það af. Er þetta markið ekki? Og svona, smá riskingar þetta fyrir framann. Orri Blöndal. Það þarf hann að koma honum inn bara núna. Ef að Gústi tæknimaður ætti í smá endursýningu þessu. Sjáum þetta hérna. Jói Leifsson. Smyr hann hana. Og Lars Folder. Þetta er sjóðandi heitt, markmaðurinn er allur inn í markinu. Snorri Sigurbergsson sest á hann. Þeir dæma ekki mark. Þá segjum við bara góð markvarsla hjá Snorra. Já. Hrikalega góður. Búinn að vera einna betri manni Bjarnarins. Þessa þarf að skauta út fyrir. Bjarnarmenn byrja sóknina. Birkir ber hann upp. Og hvað gerir Birkir Árnason? Sendir hann upp. Ólafur. Nær ekki sendingun og Jóhann Már Leifsson tæklar hann. Þetta er Andri Már Mikaelsson sem kemst inn í sendinguna. Og hann er Andri á heimavelli. Hann vill vera hann í horninu. Hann er bestur hann. Andri er sterkur í horninu. Já, gríðarlegu formi. Sterkur við rammann. Og Jóhann Leifsson og Birkir. Jói tæklaði Birki. Birkir fær harða tækling á sig en stendur hann af sér. Andri. Og Jói stelur pekkinu, sendir yfir Andra en Andri nær ekki sendingunni. Það er gríðarleg baráttu í þessu núna, 8 mínútur og 26 sekúndur eftir að 3. lotu. Gústi, þetta er galopið. Já, þetta er galopið. Gjörsamlega. Þetta er galopið. Leikurinn liggur SA-mann að segja ef þeir halda sér inn á. Já. En ef ekki, þá tekur Björni það. Hvet eindregið fólk til að mæti Egilshöllina á mánudaginn. Orri losar hann út. Og hvað? Nei, þeir ná að halda honum vinna. Kemst inn í þetta og skot á markið! Flott mark, Matthías Skjöldur hann náði skotinn á markið. Og hvað? Þetta er blindablettinu okkar, við sjáum þetta ekki almennilega þarna. Nei, Ingvar Árnason í barðanum. Og Matthías kemst aftur inn í skotið. Og Matthías hendur honum, nei.
Þeir eru að fara að taka þetta maður á mann. Hætta að elta, þeir eru að taka tæklingarnar eða þjappa sig þarna inn á varnarsvæðinu. Já. Það þýðir ekki að vera að láta draga sig svona út á völlinn. Og hvað gerir það Orri Blöndal? Blöndal dregur upp. Róbert Pálsson kemst inn í þetta. Glæsilega gert. Og Björnin ætlar ekkert að gefa þetta eftir. Þeir vilja landa titlinum heima á mánudagskvöldi. Sergei Sak. Dómur og Ingvar. Jep. Þjálfarinn Ingvar Þór Jónsson að fara út af. Það var nú gaman svo endursýning á þessu. Þetta fannst mér nú vera eitthvað ódýrt. Ég skildi þetta nú ekki alveg. Já, en við verðum samt, við höfum ekki tyggja sömu tuggun og Gústi. Þeir eru allir núna búin að vera ódýrir dómarnir á þessa. Þannig að þeir hljóta að hafa eitthvað til sín smá dómararnir sem voru búin að standa sér frábælega í þessu leik. Þannig að ég held að þetta hafi verið réttu dómur. Sergei Sak, Sigurður Sveinn Sigurðsson í uppkastinu. Nei, Lars Fóter fer inn í það. Og hvað gerir Björnin þær? Ó, lúmskot! Og marki á bindinum! Marki á bindinum! Hver var það sem sett hann? Já, hérna, leikmaður númer 91, Hjörtur Björnsson. Ég held að hann sé að skora sitt annað mark í leiknum núna. Var að setja hann og kemur Björnin með 4-3. Það er bara staðreynd. Þegar að Essa missir mann í boxið þá setur Björnin hann samstundis. Þetta stendur eins og skrifað í bók það sem ég sagði. Essa menn verða að halda sér inn á. Ég sagði þetta rétt á hann að þetta færi svona þeir mistu mann í boxið. Já. Þeir verða að halda sér inn á. Akkurat, Hjörtur Björnsson með annað mark sitt. Björnin kom inn í sókn. Já, Björnin gríðarlega grimmur núna. Þeir ætla ekki að gefa þetta eftir. Þeir ætla að landa sigrinum í Egilshöll á mánudagskvöldið. Og eru konni bara á góðan leið með það. Við lýsum eftir Essa í þriðju lotu. Jóhann með eina hérna Björnssendingu hérna, rúlpökk þvert yfir ísinn. Andri Mikkalsson er að halda hann inni. Hvað gerir Andri? Nær skotinu. Og það er gríðarlegur hraði í leiknum núna. Já. Björnin. Siggi reynir snæra trufla þetta. Ólafur hana, Ólafur fyrir Björnin í baráttunni. Og hnoð hana, Andri Sverrisson. Já, flott hjá hann að setja hann bara út fyrir þeir. Já, kemur hann út fyrir. Þessan er skiptingu. En missar með sending. Á Daniel Kólar. Og skot á markið er Ómar Smári verið þetta. Úlfar Andersson með flott skot á markið. En Ómar vandanum vaxinn. Og já, hérna, 6. Já, þetta var rosalega. Þess að maður eru fullt seinir í skiptinguna þarna. Já, já. Herðu, og Björnin er bara líklegir til að setja annað þarna núna. Þetta er galopið. Orri Blöndal sendir henni niður á steppa. 10 mínútur voru eftir á fyrstu lotu. Þá var Essa með pálmann í höndunum. Svo sneri Björnin sem sér í hag og setti 2 gullfalleg. Já, Bjarnamenn er alveg brjálaðir, ekki að segja allt í þetta. Lars Fóter með flott skot á markið. Snorri Sigurðsson verð það. Og Stefán Hrafnsson út á bláu á Björn Jakobsson. Björnin skýtur honum inn í horn hana. Stefán Hrafnsson. Og hvað? Dómur á hvern? Úlfar Andersson eða hvað? Nei. Hver er að fá dóminn? Það var gríðarlega barátta þarna inn í horninu. Já, ég sá ekki hvað skeði Sergei Sak. Já, kallinn var snöggur að lauma sér út af Vissaböngsum sökina. Sergei Sak og hann sakka sér þarna út af í bóksið. Sakka sér út af. Herru, þá er Essa 5 á móti 4 Bjarnamönnum og verður eitthvað úr þessu. Essa verður að skora núna þegar þetta eiga möguleika. Og Björn Jakobsson skýtur hennar markið og Snorri étur hennar pökkana. Vel gert hjá markmannum. Já, hann er hrikalega öflugur í markinu. Hann var bara eins og hann væri ískaldur í byrjun þegar Essa var að setja á hann fyrstu 2 mörkin. Já. En svo er hann búinn að loka þessu nokkuð vel. 5 mínútur, 28 sekúndur eftir.
Það er nógu tími eftir. Já, það er heil eilíð eftir í hokkilíki á 5 mínútum. En, lélegt skot þarna, en drullaðist inn á marki. Bjössi ákvað að veðja bara lausu skottir á marki. Já, þau geta líka farið inn. Og Björn Jakobsson fyrir SA, heldur fekkir manna. Og Hjörtur pressar fyrir Björnin. Þá fer Jón Leifsson á ferðina. Inn í steipiflugin. Fíblaði Birgir hrikalega flott hjá honum. Sendir hann fyrir og Lars. Plassbóttir. Þvílík markvæsla. Opið færi. Það var opið markaðna. Og Jón Leifsson. Sendir hann á Lars. Lifur á Lars. Og hvað? Siggi sig í baráttunni fyrir frammarkið. Hrikaleg barátta. Rosaleg barátta. Það er eins og mark liggi í loftinu. Jöp. Það djöfull munaði litlu þarna. Það var opið mark. Lars Fótinn náði ekki að skottinu. Þetta var gríðarlega vel varið. Flott markværsla þarna. Hann opnaði fyrir hann og smelti svo í lás. SA vinnur uppkastið. Sendir hann yfir á Ingvar Þór Jónsson. Ingvar ber hann niður bláu línuna, stillir upp. Ingvar stillir upp. Sendir hann yfir á Orra. Lille sending en hún sleppur yfir Orra og Lars Fótinn búinn að jafna! Þetta var glæsilegt! Eins og við sögðum, það lá mark í loftinu! Glæsilegt markanna! Orri Blöndal smelt honum yfir á Lars Fótinn! Og nú var Snorri ekki nógu fljótur að loka! Þetta var bara núna sendir hann fer svo kruss fyrir markið. Það var bara saman hliðar hjá markmannum. Saman hliðar, tja. Og hann var inni. Og 4 mínútur og 20 sekúndur eftir að þriðju lotu. Og SA er að jafna í 4-4. Og það er timeout hjá SA. Leikhlé hjá SA. Nei, Björni fyrirgeði. Björni tekur leikhlé. Það er gríðarlegt spennustig hérna núna. Gríðarlegt. Já, hérna. Það sástu hvað þetta var flott sendingi og Orra yfir. Já, þetta var glæsilegt. Þetta var rosalega flott maður. Hann beið í smástund, hótaði pínu skoti og setti þvert yfir. Spurning hvort að Gústi tæknimaður eigi þetta aftur fyrir okkur. Var það ekki Ingvar sem á sendinguna tæpuð yfir Orra fyrst svona? En hún var frábær finnst hún tókst. Já, hún var mjög góð. Það var ein bjarnakylfa að þvæla hana. Já. Það er spurning hvort að Gústi eigi marki aftur í endursingu. Já. Þarna sérðu. Kemur þetta. Ingvar er með hann. Sendir hann yfir á Orra og þá kemur bjarnakylfa hana. Sjáu þið sendingin rétt yfir hana. Það er ekkert meira en svo. Orri fer hann að bíður og sjáu þið hvað þetta er fallegt. Og sérðu hvernig Stefán Rafnsson dregur mannin frá Lars hérna og yfir á nærstöngina með sér. Þetta er samvinna hjá öllum. Já. Rosalega flott mark. Já, hérna. Ef að menn er ekki að fá fyrir allan peningin í þessum leik. En ég vil endilega koma þeim skilaboðum á framfæri fyrir okkur norðamenn sem erum að horfa að það var alltaf að girða sig í brók með þessa útsendingu hjá bygginum fyrir sunnan. Hún var bara eins og bananinn sem hafði klest fram hann á vörubíl. Já, Björni skýtur honum inn fyrir. Ingþór í horninu. Í næsta leik á lýsu eftir góðri lýsingu frá bygginum. Því það gæti orðið úrslitaleikur. Og hvað? Það dæmi fórseti núna. Það er hitt í málinu. Það er nýjingdómur sem þýðir það að þú ert of upptalað með hnéð og hnéð. Einhver bjarnamaður hefur brugðið, Steindór hefur brugðið einhverjum. Ég sá þetta ekki. Nei. Og þetta er á hrikalega vondum tíma fyrir Björnin. Já, þetta var agalegt. Ekki það að SA hafi verið einn rosalega sjóðandi heitir í powerplayunum, en samt. Æja. SA á að það var góða möguleika að klára leikinn núna. Hvað gera þeir? Róbert Pálsson hreinsar hann út fyrir Björnin. Það er engin æsing núna. Það var langbesti maðurinn hann. Róbert. Spila vörnina. Ingvar með hann bak við markið. Ingvar sendir hann upp á Orra. Orri ber hann út fyrir bláu línuna. Orri fer sjálfur alla leið inn fyrir. Siggi lúrið við bláu. Siggi er kláraði að stinga niður. Hörðtækling hann að Róbert Pálsson. Smyr Orra hann út. Orri hristi þetta, sér alvöru kall. Já, en hann fann fyrir þessu.
Já, menn finna fyrir tæklingum á 40 km hraða. Já. Og Róbert Pálsson, Önnur þeir góð ganga tækling. allir í Já. gildruna hjá honum. Þvílíkur leikmaður. Hann að vinna gríðarlega Alveg varnarvinnu þarna. hrikalega langbesti maður Bjarnarins. Hann að smyrja á bara eins og flugur á spaða þarna trekk í trekk. Ingvar ber upp högginn. Já. Sóknarmennirnir ekki alveg klárið við að taka mótorinn. Nei, en Ingvar ára líka eins og hann væri bara nakinn í brasilísku skói á kvöldgöngu. Já, Það er bara þannig. þurftu kantarnir að draga sig út við ramma til að fá sendinguna. Akkurat, og hvað er þetta? Dómur! Dómur! Björnin er að fá á sér dóm, það er bitdómur. Og Ómar Smári kominn út úr markinu. Já, Birkir skellti þarna. Já, og núna spila Essa 6. Jóa Leifs þarna bak við markið. Og hvað gera úr þessu? Dómarinn dæmir ekki fyrir að Björnin snertir pökkinn. Essa getur haldið honum þangað, einu fleiri. Björnin á ekki möguleika að skora. Og Andri Már Mikaelsson. Og Snorri Sigurbjörnsson ver þarna. Og þá dæmir Viðar Garðarsson. Það er holding á Birkir Árnason. Þarna niður í horni. Birkir ekki alls áttur en hann teikaði Jóa svolítið niður. Já. En nú myndi örugglega Bjarnamennirnir segja að þetta hefði verið ódýrt. Gústi, eins og við erum búin að segja allan leikinn, ég er alveg sammála því. Já. Það mátti kannski alveg sleppa þessu fyrst að Essa hélt bekkinum en svona er þetta einst að vera að draga línuna. Og Björnin er í bullandi villum vandræðum. Staðan er samt bara 4-4. Það er ekki verri staðan en það. Og Viðar Garðarsson veitir Sergei Sakkarna föðurlega ráð. Vitti er búinn að kalla eftir nýjum plástri á Sergei og láta hann skipta um hjálm. Viðar hefur einhvern sérstakann áhuga á Sergei Sakk. Stefán Lýstjóri klínir nýjum plástur á hann. Nú leikurinn byrjar. Siggi Sig! Orri kemur sér yfir á Ingvar, yfir á Lars Fóter og skotum og stöngin! Og Stefán Rafnsson! Og hann er aftur! Sergei hirðir hann að Það var rosalegt! Losar hann út. Orri Blöndal! Orri drýpur hann, Steppi, Orri. Uss. Þetta er gríðarlegt. Og Lars Fóter og Snorri! Snorri heldur honum. Já, hérna, þetta fór í stöngina. Það smurist í stöngina, 1:54 eftir, 4-4. Þriðja lota að renna sitt skeið. Það er Gústi minn, hver heldur að fara með þennan bikar heim? Þetta var gríðarleg sókn. Hver heldur að vinni þetta í kvöld? Það fer enginn heim með bikar í kvöld sem betur. Nei. Þetta verður gríðarlega heitt. Ég veðja nú á Essa einu fleiri, sko. Já. Þeir eru búin að vera alveg bara eins og segja. Ég hef mestar ágjör að því. Snorri Sigurbjörnsson er búin að standa vaktinn í markinu þvílíkt. Þeir þurfa alveg að vera með eitt kláran af fjarstungu ef þeir ætla að opna hann. Já, hann stendur fyrir rosalega vel. Hann er með rúllugardinn að gjössanlega niður í kallinn. Jói smyr sér hérna inn á miðjuna. Það er ótrúlegt að sjá strákinn. Sjáðu baráttunni að Jóa. Nær að senda hann inn í hornið. Andri Mikaels er þar. Andri Sverris, já. Þeir eru hérna andrarnir. Andri Mikaels þarna. Yfir á Jóa og Jói lettu vaða, nei. Yfir á Björn Jakobs og Bjössi dömpar hann yfir á Andra Sverris. Og nú er að opna þetta. Þeir eiga möguleika, 1:30 eftir. Og hvað gerir Jói yfir á Bjössa? Yfir á Andra Mikaels og Snorri Verda. Andri Sverris með hann bak við markið. Yfir á Andra Mikaels. Og Jóhann Leifsson. Undir að Bjössa. Og lúmskott hjá Birni Már Jakobssoni. Og þeir fara hana í og Úlfar Andrésson kemst inn í þetta. Hreinsar hann út og vill fá nýja menn inn á ísinn. 1 mínúta eftir. Og við erum einu fleiri í 37 sekúndur núna. Já. Og Björni kemst inn í þetta en við megum bara ekki missa pökkinn. Nei. Við erum að spila honum yfir bláu línuna. Þetta er hrikalega spennandi. Þessum heima sittir. Örgulega menn farnar að naga innrýtningarnar heima á sér. Yfir stressi. Þannig að það er að gera í mæti í Egilshöllina. Og stýra sitt lið. Orri ber hann upp. Í næsta leik. Og hvað gerir Orri? Hann er kominn á ferðina. Orri inn í svæðið. Það er ekkert grín að lenda fyrir Orra á þessari ferð. Kemur hann yfir á Sigurðsson Svíðsson. Og Siggi yfir á Ingvar. Ingvar fer djúpt í þetta. Yfir á Lars Fóter. Og skott! Og Snorri Ver!
Þetta var rosaleg markvarsla en jafnframt hrikalega flott flott markvarsla. 14 sekúndur eftir. 14 sekúndur, já hérna. Þetta verður ekki meira spennandi. Nei. Ha. Já hérna. Essa á uppkastin í varnarsvæði Bjarnarins. Þeir eiga möguleika á svona 1-2 skotum. Eða þá Björnin að taka skyndisókn. Þá verður það að vera snöggir. En ég hef nú séð Mennis að Sergei Sack gera annað eins á 14 sekúndum. Og hvað? Leikurinn er hafinn, já. Andri Mikaelsson í horninu, nei, Andri Sverris í horninu í baráttunni. Björnin ber hann út fyrir, Andri Mikaels. Smýr hann Ætlar í ramman, já. Ber hann inn fyrir. Andri Már. Og leiktíminn er úti. Staðan er 4-4. Og er það ekki rétt um Gústi, hér verður spilað til þrautar. Jú, ég held, jú það. Við förum inn í framlengingu. Já. Það verður framlengt. Er þetta ekki bara þetta gullmark eða? Spila til sigurs, jú. Það lið sem er á undan að skora að vinna leikinn. Já. Skulum sjá hvað Viðar segir. Vitti segir hérna. Vitti sagði 3 mínútur og spila svo 4 og 4, svo verður fækkað. Skulum sjá hvernig það gerist. En eins og ég segi, Daniel Kólar og Hjörtur Björnsson og Lars Fóter búinn að skora í þessari lotu. Skotin á markið eru cirka Essa 15 og Björnin 7. Þannig að það er búið að vera stór sókn en þessi drengur númer 1, Snorri Sigurborgsson, búinn að vera alveg eins og rúllugardin í markinu og jarða hverja stórsóknin á fætur öðrum. Fætur annari segi ég. Og svo má líka nefna 2 leikmenn hjá Essa sem hafa verið Andri Már Mikaelsson og Jóhann Leifsson sem hafa verið gríðarlega öflugir að Lars Fóter alveg líka ótöldum. En svo er einn maður líka sem ég hef sérstakann áhuga hérna og hann er búinn að standa sér hrikalega vel, Róbert Pálsson fyrir Björnin. Hann er búinn að vera alveg eins og ég veit ekki hvað hérna. Stýra þessu með harðinni hendi. Maður Bjarnarins í þessum leik. Já, já. Já. Hann er búinn að stöðva ófáða sóknirnar og láta að finna fyrir sér. Alveg rosalega sko. Og ná flottu uppspili líka. Já. Já. En það er bara þannig, leið og Essa hefur fengið á sér dóma, þá hefur Björnin gengið á lagi og skorað. En aftur á móti hefur Essa ekki náð að nýta færin alveg eins vel í powerplayinu. Það var meira sem verið 5-3 og ekki náð að klára það en við fáum framlengingu. Hér eftir 1 mínútu smellum við í framlengingu. Það gellur lautan. Jáp. Þeir spila núna 4-4. Og 10 mínútur stendur á klukkunni. 10 mínútur, 4-4. Fækka leikmönnum og spila til þrautar. Ég bara veit ekki hver er að fara að vinna þennan leik. Nei, þetta er gríðarlega jafnt. Alveg rosalega. Ingvar Damba bögnum inn í sóknarsvæðið. Þetta er gert til að fá meira rými á ísnum og meiri líkur á menn skori. Setja 4-4 inn á staði fyrir 5-5. Sergei Sack sendir niður á Úlfar sem ber hann upp.
Ingvar fyrtar í honum þarna. Neyðir hann í hornið. Og Lars heyrðir upp hökkinn, þetta marka þessa, ber hann upp. Og hvað gerir Larsinn? Það fer sjálfur. Já, prjóna sig í gegn og lúmskott og Jóhann Vorleifsson kemst inn í þetta en Snorri verður þetta. Flott skott þarna. Já, Jói Leifsson mættur hann í frákastið. Já. Og Birgir sendir hann, Ólafur fyrir Björnin. Og hvað gerir hann? Hann kemur sér. Nei, nær ekki að tróða sér inn fyrir. Þeir þinga honum aftur fyrir markið. Já. Þinga hann aftur fyrir markið. Og sann að sjáum við Kólar setur sér Birkir fyrir stellingunni skottið. frá markið. Kemur rúllandi pökkur. Ómar Smári nær að slá í hann. Björnin heldur honum og skot á markið. Rétt fram hjá. Siggi Reynis losar hann út fyrir. Já. Birkir nær honum. Björnin fer inn fyrir. Kólar setur sér í skott. Já, Kólar er svona svolítið hægur í þessu. Já. En hvað? Orri losar hann út. Já. Björnin fær nær honum. Þetta er svona hálfgert þó núna. Já, þetta er svona, liðin eru varfærin. Það er enginn að Já. tapa þessu Gústi. Nei. Þetta var Orri ekki- hirðir hann upp fyrir aftan þessa markið. Já. Og sendingin. Yfir á Ingþór. Ingþór yfir á Orra. Orri yfir á Ingþór. Þetta er vel spilað. Þeir eru að búa til uppspil. Já. Ingþór leggur í hann. Setur hann inn í hornið Já, og vinnur fer sig alla að leið. þeim inn að slottinu. Já, hann er ekkert hættur. Góður sprettur um Ingþóri. Og Það var góður Andri sprettur. Mikaels tekur við pressunni. Sigur Árnason ætlar að bera pökkinu fyrir Björnin. Og gerir það. Nær sendingunni. Róbert. Hann fer varlega í þetta bara. Með góða sendingu yfir á Hjört. Og Hjörtur nær að dömbolum inn og hver kemst þarna inn á fjörstingina? Nei. Nær honum ekki alla leið en er ennþá með hann. Góður og skott. Frá Sigurði Árnarsinni og Ómar Smári með þetta. Og maður greip þetta. Gott skot hjá Sigga. Enda lærði hann að skjóta fyrir norðan. Já, hérna. 7 mínútur 25 sekúndur eftir framlengingunni og Lars Lars ber hann Fóter upp. stelur Það er 1 á pekkinum. 2. Pökkurinn berst inn í hornið. Á, er spurður hana í ramman. Úlfar Andersson á opnum ís. Og þá Steindór. Hvað gerir hann? Siggi Reynis er í hann. Yfir á Sakk. Sergei Sakk. Það þurfur að losa pökkinu og vel gert hjá Ingvari. Liggja tvei bjarnar með hana. Og Ingvar, nær ekki til hans. Vel gert hjá Úlfari. Ingvar fylgir Úlfari, vel gert. Yfir á Steindór og Steindór hótar skoti. Yfir á Sergei Sakk og Sergei Sakk skýtur. Og pökkurinn. Ómar Smári frystir hann í sínu svæði. Þetta var vel gert hjá Ómari. Þvílík stress og spenna hana. Já, það er ekkert grín heldur þegar Úlfar og Sergei Sakk eru í slottinu og markmannurinn er að fálma eftir pekkinum. Gríðarlegi potarar báðu tveir og hætta aldrei, gefast aldrei upp. Leikurinn er hafinn. Kólar vinnur þetta. Og hvað? Ómar Smári nær að slá í hann. Í markinu og Róbert missir hann fram hjá sér. Og nú kemur Andri Már Mikaelsson á fullri ferð á eftir honum. Og Birgir Árnason og... Nei, kemur hann yfir á Róbert aftur. Og Róbert ennþá með hann, sendir hann yfir á Hjört. Hjörtur þvert yfir en nær ekki sendingunni. Andri með hann. Andri ber hann út fyrir. Og við sjáum að tíminn er stopp. Tíminn er búinn að... Á klukkunni er allavega búinn að stoppa í 1 mínútu. Klukkan er búin að stoppa í 1 mínútu allavega. Bara á bak við markið. Tíminn! Tíminn er búinn að vera að stoppa hérna í 2 mínútur örugglega. Nei, hann að drutast hann af stað. Já, svona hálfa mínútu kannski. Við fáum lengri leik fyrir vikið. Og fast Ingvar skot tók þarna. þetta vel. Daniel Kólar fyrir Björnin. Bjössi hirðir hann alltaf í markið. Siggi með hann. Já, og Siggi sig. Siggi ber hann upp. Já, núna fer hann alla leik kallinn, sjáum við. Og skýtur hann rétt Í framhjá. hliðarnetið.
hotnið. Mun Engur, það er sendingin yfir Ingvar. Og Ingvar. Og hvað gerir Ingvar? Nei, nær ekki skotinu. Lars Fóter hittar hann upp. Og Daniel Kólar hann á. Kökkur laus fyrir afmarkið. Ingvar nær ekki alveg skotinu. En hann nær tæklingunni hann af. Já, Daniel Kólar kemur núna. Og Björn Jakobsson kemst inn í sendinguna. En Bjössi lokar á Sigga. Bjössi heldur honum. Sigurður Reynisson nær honum handa fyrir Essa. Og svo Ingvar Jónsson. Ingvar yfir og Sigga Reynis aftur. Og farðu svo sjálfur drengur, koma svo. Yfir bláu. Er smurður hana. Góð tækling. Andri Helgason stoppaði hann hana. Siggi Árna ber upp högginn. Jói Leifs kemst inn í þetta. Og Jói Leifs sendir hann inn í hotnið. Nei, þetta var Siggi Reynis. Það var Siggi Reynis, ok. En þeir voru Þeir voru saman. Hver sem annar hana. Geti þrúu. Sigurður Sveinsson kemst inn í þetta. Siggi stoppaði sókn Bjarnarins. Sergei Sak. Og góð tækling að það hjá Orra. Fallið tækling. Orri heldur honum. Nær ekki koma honum. Og þá kemur Sergei Sak. Losa hann. Ingþór kemur honum út fyrir. Og þá er það Björnin. Og Ómar Smári stoppar þetta. Þetta er gríðalegt álag á leikmennina núna. Ég segi sirka í framlýningunni 5-5 í skotum. Þannig að þetta er hnífjafnt á báða bóga. 4 mínútur, 41 sekúndur eftir. Staða 4-4. Þriðji leikur Íslandsmeistararmótinu í íshokkí 2013. Leikurinn er hafinn. Björnin er ríkjandi meistari. Unnu þetta samferðandi, unnu S-eringa samferðandi fyrra. Björnin með hann inn í hotninu, Kólar í kringum markið. Og Lars Fóter stelur pekkinu. Og Lars finnur sig upp á yfir bláu. Jóhann Már Leifsson kemur á flegi fyrir á fjærstingina. Og Lars nær ekki sendingunni. Og þá er sendinginni verið Daniel Kólar, hún er misefnuð. Og Björni fær dæmda æsing á sig. Gríðarleg varnarvinna þarna hjá Róbert. Þeir voru konir 2 á hann. Akkurat. Lars og Jóhann Leifsson. Jáp. Þeir kunna nú að fara með kilvuna. Heldur betur. Og þá er uppkast inn í markasvæði Bjarnarins. Ólafur og Siggi sig. Leikurinn er hafinn. Og Ingvar nær ekki skotinu. Kastar sig fyrir skotið. Steindór fleygir sig fyrir skotið hana. Jói sendir hann inn og Sigga sig. Lúm sending yfir Ingvar. Og Bjössi kominn hann í. Og Björnin. Gríðarlega góð markvarsla. Flott skot, erfitt. Bjössi ákvað átt hann var þarna, það voru margir menn fyrir. Björnin er búinn að, Björn Már Jakobsson þarf að segja, er búinn að hafa fullt af flottum skotum í kvöld. Þau eru svona hnitmiðuð, ekkert ósvip á Kólar var að gera. Ég kalla hann Bjössa þegar hann er ekki Björnin. Akkurat. Orri ber upp högginn. Sendir hann á Andra Mikael sem sendir hann upp niður. Hann fer út fyrir aftur, Siggi ber hann inn. Og Siggi skýtur hann í dómarann, nær hann ekki þvert yfir sendingunni. Það sjáum við pressuna. Góð pressa hjá Essa. Björnin dampar hann inn í horni, Siggi hirði hann upp, sendir hann yfir á Ingþór. Ingþór er að Orri leggur í hann. Og hver stelar honum hana? Bjarnamenn stela honum köknum. Falur stelar honum á nær skotinu. Ómar Ver. En þetta er ekki búið á bindinu. Og Birkir með skot rétt yfir. Birkir var þarna dauðafrýr úti. Alveg gjössanna. Og Lassinn sterkur, heldur honum ennþá og snýr á Birkir og hvað? Nei, hann kemst ekki alla leið. Gríðarlega lipur leikmaður. Björnin leggur í sókn. Í þetta tímabili í síðasta leik sem var hinn fyrir norðan að Rúnar var að lýsa bara frá ástarsambandi hefur hann að lýsa frá Lars Fóter. Hann vissi alla fjölskylduna og alla hans hægi. Ingvar stöðvaði þarna sókn hjá bitinu og sendir hann inn í það en aðeins svo aftalega með Andra Má Mikaelsson. Bjössi hirðir hann utan í bláu. Og Bjössi skilur hann yfir og Ingvar. Björn Jakobs.
Það er æsing. Það er æsing á þessa, 2:27 eftir. Og staðan í skotum hnífjöfn. Það er bara spurning hvora meginn þetta dettur. Þetta er að verða leikum markmannina núna. Já. Virðist vera. Þeir eru sjóðandi heitir og erfitt að skora. Björnsson að bögnum og uppkastinu, sendir yfir á Ingvar bak við markið. Þetta er vel gert hjá góð bakkar að vinna. Ingvar dómarinn, það líst fyrir Ingvar, hann er ekki út fyrir. Hann sendir hann bara yfir á Björsa. Björsi er með hann og sendir hann yfir á Sigga Reynis. Flott þetta hjá. Hann spinnur sinni í hotni en Bjarnamöð kemst í veg fyrir að Kólar nær bögnum. Fer hann aftur fyrir markið en Siggi Reynis veður í hann. Já, Siggi og nær honum, eða hvað? Jó, hann truflar hann mikið. Og Jóhann Már Leifsson fær hann að tækling á sig, heldur pekkinu samt. Gríðarlega sterkur á pekkinum Jói. Þó að sé vaxinn alveg svo flagglína kallinn. Hann var gríðarlega hraustur. Nú held ég að dómarinn ætti að vera að flauta á þetta. Já. Nei, Kólar vinnur pökkinn og hver kemst í það? Yfir á Orra. Og Snorri lokar þessu. Orri eftir með þversti yfir marklínuna. Ríkala góðu markmaður Bjarnarins. Orri Blöndal gat klárað þetta hana. Kólar fer inn fyrir bláu línuna. Ætlar að fara að hlaða í skotið. Með skotinu! Ómar Smári. Rétt næður að verða þennan. Ómar fristan á spjaldinu. Á öxlinn á sér. Já. Vel varði hana. En Essa átti ríkalegt færi hana hjá Orra Blöndal. Betra færi heldur en að Kólar var að fá núna. 1:17 eftir. Og Andri Már Mikaels og Sergei Sakki í uppkastinu. Nei, Úlfar verður að taka það. Andri nærnum inn í hotni á Bjössa. Bjössi sendir hann aftur fyrir markið á Ingvar. Ingvar er með hann. Ingvar fer fram. Ingvar fer yfir bláu línuna. Já. Dómarinn lendir hérna á milli. Ég lýsi eftir gleraugu fyrir hérna þjálfara Essa Ingvar. Hann er búinn að keyra oft á dómarinn í kvöld. Björnin hefur sókn frá eigin vallarhelmingi. Og hvað? Björnin sendir hann inn í hotnið. Björn Jakobsson tekur hann fyrir Essa, yfir á Ingvar. Ingvar með fallega sendingu yfir á Lars Fóter. Og Lars koni fyrir bláu. Já, Lars á fleygiferð. finnur sig inn fyrir mark. Hvað gerir hann? Heldur áfram. Ingvar kemur inn í skotið og dregur og rétt fram hjá. Sergei Sakk hendur sig fyrir þetta, truflaði skotið. Og aftur inn, Andri Már Mikaelsson með pökkinn. Reynir að koma mér á Lars Fóter en kemst það ekki. Yfir á Ingvar. Ingvar Ingvar Jónsson. setur hann í hotnið. Og Lars Fóter kemur út af. Sergei hefur sókn fyrir Björni núna á eigin vallarhelmingi. Sendir á Birki. Birkir berur pökkinn, sendir á Hjörð. Menn eru orðnir helviti þreyttir. Ómar Smári ver þetta. Þú sér það að það er verið að draga verulega mönnum. Enda búin að spila heilan hockeyleik og einni framlengingu meira. 12 sekúndur eftir. 12 sekúndur eftir. Heldur að Björni setja hann á þessum 12 sekúndum. Þeir eiga möguleika núna. Það er allt í stöðunni. Kólar fyrir uppkast á móti Sigga Sig. Ég myndi tvíta eitthvað Kólar núna akkurat. Já, Siggi Sig gengur út í það. Siggi Reynis berur pökkinn. Nei. Ingþór. Já. Hann fer alla leiðin. Orri er felldur hana. En það er dæmt rangstaða. Ekkert á að Orri var felldur. Rangstaða þetta 2 sekúndur eftir. Hann er ekki líklegt að menn skora á þeim tíma. Nei. Ekki að þessu færi. En gríðarlega góður leikur, hraður og spennandi og velspilaður af báðum liðum í beinni útsendingu á N4. Snildar stöð á norðan. Við klikkar aldrei þegar kemur einhverju svona alvöru sporti. Nú verður það í vítakeppni, en áður að henni kemur verður við Og þá ætlum við bara að renna yfir ísinn í róliheitunum. Hann verður heflaður. Og svo heldur framlengingin áfram, ég veit ekki annað. Og við smellum í nett auglýsingalíf bara.